Við höldum áfram með föstudagsþáttinn héðan úr pakkhúsinu. Hann sestur hjá mér Oddur Bjarni, ljótur hálfviti. Vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara ljómandi fallegt. Já. Já. Þið ég hef ekkert séð ykkur undanfarið ljótu hálfvitana. Hvar hafið þið alið hálfvitan? Við öluð á bara víðsvegar. Sumir eru svona meira stríðaldri en aðrir, eins og kannski sjá má, já. Ég náttúrulega fyrir norðan. Restin yfirleitt fyrir sunnan, nema þegar að Baldur og Bibbi fara í einhverja rútubílaferðir Evrópu til þess að segja fyrir Evrópubúa. Skálmöld. Og svo Gummi alltaf annars leið á sjó. Já, þannig að við ölum manninn bara svona hér og hvar. Og þú náttúrulega upptekinn maður, þú ert að sinna æðri köllum. Já, æðri köllunum og aðeins minna æðri köllum. Já. Og já, þannig að ég bý hérna fyrir norðan og bara, þannig að ég svona tvístraði aðeins bandinu þannig séð. Ég svo eini sem að bý annars staðar en í Reykjavík eftir að ég flutti norður til að verða prestur. Já, einmitt. Og hvernig gengur ykkur að semja og halda bandinu saman með þig hérna í útlegð? Ég held að breytingin sé eiginlega ekki nokkur. Ekki nokkur? Nei, við erum ekki það frábær hljómsveit að það er langt síðan við áttum okkur á því að það borgar sig ekki að æfa. Við verðum ekkert betri. Ég skil. Já, þannig að það sem við gerum í rauninni að svona þegar við erum búin að sanga að einhver efni og okkur farið að langa til þess að koma saman og þeir drekka hellinga bjór og svo semjum við fullt af lögum, þá bara gerum við það. Og þá í svona framhaldinu því verður til plata. Þetta svona, og það draumurinn að gefa út enn eina plötuna þetta árið. Það svona. Verður þið byrjaðar að semja eitthvað efni fyrir þá plötu? Það dálítið til. Við hittumst síðast á vor og gerðum alls konar og eigum slatta frá þeirri sessjón. Og svo var planið sem sagt að gera þetta núna í janúar segir að hittast og semja og græja og að gera. En já, bara alls konar. Þá ákvað að fresta til maí. Þannig að við ætlum að gefa út vonandi okkar fyrstu haustplötu. Já, og verður þetta hefðbundið, ef maður getur orðað þannig? Verður þetta svipað á það sem áður hefur komið frá okkur eða eitthvað nýtt? Innan hálfvitabandsins held ég að þrífist allar tónlistarstefnur. Alveg frá balluðum og yfir í þjóðlaga punk og þú veist, það allt þarna. Þannig að hljóðfæraskipan verður svo sem sama. Það sem við okkur langar til að reynda til að gera á nýri plötu er að taka hana, verða pínu meira live á henni. Pínu meira live? Já, en ekki sko í tónleikaformi, ekki þú veist með fullan sala fólki og allir að segja heldur eins og alltaf á tónleikum hjá ykkur? Það voða mikið á tónleikum hjá okkur, já. Það yfirleitt mikið stuð og æft á meiri bjór og svo framvegis. En okkur langar til þess að vera aðeins meira live og kannski pínu minna pródúserar. Svo bara sjáum til hvort að við stöndum við það. En þið eru með tónleika helgina. Ætlið þið að taka eitthvað af þessu nýja efni þar? Nei, það væri rosalega ógáflegt. Einfaldlega vegna þess að eins og við komum inn áðan, þá bý ég hér. Já. Og þeir eru búin að vera meira og minna á tónleikaferði í allt haust. Og við erum ekki frábæri venjulega ef við æfum ekki, við erum afleittir ef við gerum nýtt efni og höfum ekkert eftir hann. Ég skil. Við kunnum það ekki einu sinni. Þannig að þið eru með alls konar gamla slagara sem fólk þekkir? Já, alls konar gamla slagara og svo fá ábyggilega tónleikagestir að draga spil. Við nefnilega uppgötum það að við erum búin að gera 4 plötur, 13 lög á hverri plötu. Það farið að hljóma eins og spilastokkur. Þannig við gerðum spilastokk með öllum lögunum okkar, svo var hægt að draga hvaða lag næst. Við héldum með þess að nokkra tónleika bara þannig sem voru bara dregin lög. Já. Það var betri hugmynd heim í stofu heldur en kannski akkúrat í raun. Nema reyndar fyrir þá tónleikagesti sem koma alltaf. Þeim fannst þetta æðislegt, þá fengum við að heyra allt önnur lög heldur en svona kannski þessa standarda. Já. En full ruglað fyrir hina. Pínu fríki að fá kannski fullt af rólegum lögum í röð eða bara skrítnu lögin og trúðu mér, við höfum mörg skrítin lög. Það ekki svona kannski akkurat til þess að halda upp í stemningunni. Nei. En tónleikarnir eru frábærir hins vegar. Okkur tókst alveg að lög okkur út úr þessu. Og þið eru með tvenna tónleika þessa helgi eða hvað? Já, við erum í kvöld á Græna og annað kvöld á Græna að sjálfsögðu. Og það alveg sko gjör smekk stapp uppselt annað kvöld. Ég held að það séu
hverjir miðar eftir í kvöld. Það voru það allavega í gær. Það var eitthvað list í gær, þannig að ef einhverjir eru það núti sem að langt til að koma, látið það eftir ykkur. Látið vaða. Endilega. En þú komst með smá myndband sem við ætlum að sýna svona fyrir fólk sem kannski að velta fyrir sér hvort það ætti að kíkja eða ekki á tónleikana. Að þá ætti þetta að hjálpa þeim, þetta myndband. Hvað er á þessu myndbandi? Já, það getur hjálpað mig upp á þessu marki, til dæmis með að rifja upp að þetta lag sé með okkur, þetta sé skemmtilegt lag. Já. Stemningin í þessu myndbandi kannski verður ekki til staðar í kvöld, þar sem við erum út á báti. Já, akkurat. En góð stemming, enga síður. Stemningin var góð hjá vel flestum nema akkurat mér. Baldur hress eins og alltaf, náttúrulega óþolandi hress. Og hinnir eru svona bara mishressir. Ég er síst hress vegna þess að ég var alveg hellaður af flensu og man eiginlega varla eftir að hafa gert þetta, þannig að ég fór í öll þykkustu fötin sem ég átti og settist mjög aftarlega, þannig að ég sést þarna örlítið í bakgrunni með óráði. En lagið er hins vegar frábært. Það er Lukkutroll eftir hann Baldur og ég held að einhverju fleiri eigi eitthvað í textanum. Og þetta er eitt af þessum undarlegu sjómannulögum okkar og þarna fara menn til sjós og til að bjarga túrnum þá henda menn út Lukkutrolli og fá í það undarlegustu hluti. Fyrsta sem ég heyrði þetta lag, þá vorum við að fara að tróða upp á árshátíð á Vélsleðamönnum. Já. Það var mjög hressandi kvöld, svo ekki sem meira sagt. Við þegar við vorum komin svona 8:30 og bara hressir og vorum til að koma kannski að snemma og eitthvað svona. Og það voru svona ægilega fallega glertröppur á þessum stað, ægilega fínn staður. Mætir okkur þessi gullfallega unga stúlka í galadressi og hún gubbar sér niður tröppurnar. Stemningin var downhill from there. Já. Eiginlega. Þetta var svona nánast toppurinn. Þið hafið lent í ýmsu. Þetta var mjög sérstakt. Þannig að glætan fyrir mig þetta kvöld var einmitt að ég heyrði Lukkutrolli fyrst sinn. Það var gaman. Það var gaman. Það var mjög gaman. Já, við skulum fá að sjá þetta stórskemmtilega lag. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Oddur. Fáum að sjá Lukkutroll myndbandið með ljótu hálfvitanum. 1 og 3! Sjónvarpsvakt. Við sko út á sjó að veiða nokkrar ísur, eða þorska, eða kola, eða bara dísur. En ef að illa gengur það fræl og veiðin virðist öll í moll. Við notum Lukkutroll, akvafi og gúmmískór og þingeyskir strokkar. Þetta og fleira fáum við í Lukkutrollið okkar. Það bjargar alltaf móralnum á sjónum við höfum fengið nóg af því að vera á sjó. Því vinnu gerum klárt í galana við förum, í gúmmístígvél sem að reynir selt okkur í förum. En stundum slaknar veferinn og mikið og það slitnar einhver vír. Þá eru góð ráð dýr, en þeirra mín og krabbamein